Strákar, það þriðji leikurinn á morgun og hugsanlega Íslandsmeistaratitil í boði. Hvernig stemmingin? Hún bara mjög góð. Fínt að fá þriðja leik hérna heima og stemningin í hópnum góð. Já. Þið eru hressir eftir leik 2 í Reykjavík? Já. Fínn sigur í Reykjavík, þannig að þetta var bara fínt. Það var bara fínt. En hvernig var, nú eru 2 leikir búnir og hann var nú svolítið erfiður þessi fyrsti hérna heima á föstudaginn. Var það meiri mótspyrnu áttu von á? Já, ég veit það ekki. Við kannski vorum bara ekkert að spila vel til þess að byrja með, sko. Hleyptum þeim bara inn í leikinn og svo svona náðum við að sigla fram með þeim í endan. Já. Og svo fóruð þið suður og tókuð það nokkuð örugglega eftir erfitt ferðalag. Já. Sittu það ekkert í ykkur? Nei, við vorum lengi á leiðinni en byrjuðum ekkert sérlega vel og tókum þetta síðan í öðrum og þriðja leikluta. Já. Það var bara fínt. Hvað svona erfiðast við þetta? Er ekkert orðnir þreyttir eftir veturinn? Nei, alls ekki. Við erum bara í toppstandi held ég, sko. Já. Þetta ekkert, við lifum fyrir þetta og við þurfum bara að gjörsveil að súpa segið af öllu þessu dóti. En Björnin ekki unnin, þriðji leikurinn eftir. Hvernig heldur að leikurinn fari nú? Ég held að þetta verði bara eins og fyrsti leikurinn. Þetta verður hörkuleikur. Þeir þurfa að koma með allt í þetta til þess að geta fengið auka leik. Þannig að þeir gefa ekkert eftir held ég. Þannig að heimaleikjurétturinn hann hefur mikið að segja? Já, hann hefur mjög mikið að segja. Ef þetta fyrir 5 leiki þá síðasti leikurinn alltaf hérna heima og stúkan skilar alltaf mjög miklu í þeim leik. Þannig að það er fínt að eiga heimaleikjuréttinn. Já. Og hann verður í beinni útsendingu hann 4 á morgun. Hefur ekki einhver skilaboð handa Akureyri og nágrenni? Jú, bara náttúrulega mæta bara og fylla höllina, mæti rauðu og styðja okkur á móti bílnum. Til sigurs? Til sigurs, já, að sjálfsögðu.